Góðir áheyrendur, velkomnir í 77. þáttinn af sjónvarslausum fimmtudögum. Þetta hefur verið áhugaverið ekki í pólitíkinni. Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar er orðin viku gömul og akkurat núna er í gangi umræða vantraust á ríkisstjórnina sem á svo sem hafa mismunandi skoðanir á tímasetningu hennar en þar sem við erum nú með 14 og 15 á mælendaskránni þá ákvaðum við að skella í upptöku núna og svona fara yfir stöðuna frá því við hittum senast í þessu í síðasta þætti. En þetta er búin að vera Sjálfstæðisflokkurinn var með mikinn peppfund á síðasta laugardag. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, starfandi formaður Vinstri grænna, sagði Sjálfstæðismönnum að stinga þessum orkuöflunarpælingum sínum þangað sem sólin skín ekki og fleira slíkt, þannig að það er ansi margt búið í gangi en auðvitað lítur ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir bara á þetta sem svona hópeflisfund, sambærilegan þeim sem var á Þingvöllum í tengslum við vantraust umræðuna sem er í gangi núna. En hvernig hefur þið þótt vikan spilast? Já, eins og segir, það er sem margt búið að vera í gangi og maður hefur reynt að punta hjá sér hvað þyrfti að ræða í þættinum, en mér sýnist að við komumst ekki yfir helmingin að því. Hefði maður ekki þurft bara A1 blað til að koma því öllu fyrir? Líklega, og skrifa smátt. En þetta er orðin vika, eins og segir, frá því að ríkisstjórnin tók við, komin smá reynsla á þetta, en öll reynslan og raunar frá fyrsta degi bendir til hins sama. Þau hafa ekki náð saman nokkurt einasta atriði frá því sem áður var. Og þessi þrjú sem voru kynnt sem meginatriði, orkumál, útlendingamál og fjármál ríkisins eru öll óleyst og reyndar ekki síður óleyst heldur en þau voru fyrir. Því eins og þú nefndir hér í inngangi þá er formaður VG, nýr formaður Vinstri grænna, farinn að nýta hvert tækifæri og jafnvel búið sér til tækifæri til að setja ofan yfir félaga sína í ríkisstjórninni og meðal annars gerðan það í framhaldi af þessum fundi sem þú nefndir áðan, kallaði peppfund. Ég kallaði þetta nú uppskeruhátíð í einhverju útvarpsviðtali með Jóni Gunnarsinni og honum sárnaði það og bent á þarna hefur verið 800-900 manns. Þá hafa þetta nú verið mikil þunnildi þarna sem stóðu með veggjónum ef að koma þeim öllum fyrir. Já, ég fekk senda mynd, svona yfirlitsmynd af salnum þar sem að það má vera ansi þétt setið að staðið með veggjónum ef svo tala á að hafast. Já, fyrir utan það salurinn ekki lefður fyrir fleiri en 500, við hefum nú lekt hennar salengjón. Já, ef ekki að segja að þetta hafa verið 500, en það er flott mæting. Já, það er bara fín mæting. Menni að vera ánægð með það. Hvers vegna ekki bara að státa sig af því að hafa náð slíkri mætingu á þessa uppskeruhátíð til að fagna því að Sjálfstæðisflokkurinn væri komin með forsætisráðuneytið og bara fínt hjá þeim. En Jón Gunnarsson getur nú stundum verið svona, eins og við höfum nú oft gaman á honum, hann getur stundum verið svona svo nettröll en í raunheimum. Já. Hefur gaman að því að. Það er ekki margir sem fallundi þá skilgreiningu. Nei. Þannig að við þurfum að kunna meta það. En já, þarna mættu ráðherrar flokksins upp á sig hver af öðrum og lýstu því hvernig þeim fyndist að ríkisstjórnin og Sjálfstæðisflokkurinn ættu að vera. Gallinn var bara sá, og það sem að gera þetta kannski svo skemmtilegt, að þeir voru að lýsa hlutum sem að gengu algjörlega í berhögg við stefnuna eins og hún hefur verið hjá þessari ríkisstjórn í tæp 7 ár og það sem að þessi sömu ráðherrar höfðu gert. Og þeir lögðu mikla áherslu á einhver trend, þetta sem ég nefndi áðan, og þau endurtóku í sífellu og hafa gert fram á þennan dag útlendingamál, orkumál og ríkisfjármál. En eigum við eitthvað að fara yfir hvernig hefur gengið með þau mál. Við höfum svo sem gert það í þáttum áður, menn þekkja það. En það hefur ekki gengið sérstaklega vel með þau frá því að stjórnin tók við. Og við erum nú ekki stríðnir menn. Nei, alls ekki. En ef við förum í gegnum þessi 3 áhersluatriði, þá er
útlendingamálin, sameiginlegi skilningur stjórnarflokkana féll á 13. degi, reyndar áður en Katrín Jakobsdóttir ákvað að stökkva frá borði, þannig að útlendingamálin eru í upplausn. Já. Orkumálin, þau fjallu sennilega á sunnudag, frekar en mánudag, þegar Guðmundur Ingi Guðbrandsson mætti með pennan á vísi.is og útskýrði fyrir Þórdísi Kolbrúnu og Bjarna Benediktssyni að nú væri Vinstri græni konum með skipulagsvaldið í sitt ráðuneyti með innviðaráðuneytinu og þetta yrði nú ekkert gert eins og Sjálfstæðisflokkurinn vildi. Og síðan á þriðjudagsmorguninn var kynnti fjármálaráðherra nýr, Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, fjármálaáætlun sem er búin að tefjast alveg ótrúlega. Var orðin til áður en að þessi ríkisstjórn var mynduð. Já. Ríkisstjórn aðhald í ríkisfjármálum. Svo kemur fjármálaáætlunin, það er bara ekkert. Það er ekkert aðhald. Er ekki búið að bæta einu ári við í hallarekstri? Jú, það er búið að bæta einu ári við í hallarekstri ríkissjóðs. Og ég ímynda mér að Ásgeir Jónsson hljóta að sitja bara upp í svörtuloftum og bara reyta hár sitt. Bara verði ég skilin enn áfram einn í þessu fenni. Og þetta er eiginlega alveg ótrúlegt og við kannski förum betur aðeins yfir í fjármálaáætlunina á eftir en svona þessi 3 áherslumál virðast öll verið í klandri bara á fyrstu vikunni. Já, og raunar á fyrsta degi í Kastljós þætti í kvöldi sem ríkisstjórnin var mynduð held ég. Annars daginn eftir. Þá mætti Bjarni, var það ekki? Jú, svo mættu þeir 3. Já, alveg var það daginn eftir. Alveg rétt. Og töluðu algjörlega sikkur áttina í sama þættinum. Og þetta þessara nýju ríkisstjórnar. Bjarni væntanlega að hugsa, það er enginn að hlusta. Þetta sleppur. Já. Svo halda þær hann að fundin mikla og lýsa því hvernig þetta ætti að vera í þeirra huga. Og þá lætur formaður VG sér ekki nægja að mæti viðtöl til þess að tala í þegar átt heldur skrifar eins og nefndir sérstaklega greinum það. Já, og þetta er einhvern veginn staða sem ég get ekki ímyndað mér að Bjarna Benediktssyni líði vel með eftir viku af ráðuneyti sínu. En svona er þetta og þetta var fyrirséð. Hverjum datt til hugar að Vinstri grænir færi að reka stefnu Sjálfstæðisflokksins í orkumálum eða útlendingamálum. Það er að segja, ef það er nú meinta-stefnu, annars er réttar að segja það. En við erum eiginlega að fara eins aftur inn á fundin það var nú svona klúður að vera ekki með hljóðklipp. Við ætluðum að gera það. Því að við fengum ábendingar að horfa endilega á þennan fund og maður sá ekki eftir því. Nei, hann er aðgengilegur á netinu, og við komum töluvert til sögu. Já, rétt eins og þegar svona einhvers slags stefnuræða Bjarna var flutt þarna á þriðjudaginn, þá eitt hann lokaræðu sinni að útskýra að við verum hinnir ómögulegustu og í Kastljósstættunum líka og síðan tók Guðrún Hafsteinsdóttir boltann þarna á fundinum. Þetta kom svona eins og dálítið Steingrímur Sigfússon, hvað sagði hann í hálendisþjóðgarðsmálinu? Örlítill grenjandi minnihluti. Það var svona stefið. Já, og ég held að Guðrún hafi bara einhvern veginn séð límmiða á einhverjum jeppa og leiðinu helliseiðina á leið á fundin. Ég tek þetta sandbætt. Og hvað kallaði hann einhver? Agnar Smár, já, það mun enginn hafa af okkur forystu Sjálfstæðisflokksins í útlendingamálum, ekki einu sinni 2 manna örflokkurinn á þingi. Forystuna sem við vorum búin að ákveða það sama kvöld að taka sér. En mér finnst þetta samt svona svolítið, þetta er marg sem annarkvort hugur ekki eða reyndar skort á veruleikatengi og svo sem verið nóg því. Svona í ljósi nýjustu kannana þó þær séu augljóslega engin niðurstaða en svona sama tíma og Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með 12 þingmenn og við með 10 að fara svona vekja athygli á því sérstaklega hvað staðan væri núna. En sko þetta var mjög áhugavert og að því að sko ef við reynum aðeins að svona greina árangurinn sem að eins og Guðrún Hafsteinsdóttir kallaði þessi 2 manna örþingflokkur Agnar Smái, held ég hún hafi kallað okkur og það er nú enginn sem kallar okkur Agnar Smáa í neinni alvöru. En sko hver er árangurinn? Það eru 3 áhersluatriði þessar ríkisstjórnar. Útlendingamál,
orkumál og hælslendamál. Mhm. Býtu, hverjir hafa sett þetta á dagskrá? Er það ekki þessi örsmái, agnarsmái þingflokkur Miðflokksins Já, já. sem búin að tala um þetta árum saman og fengi skömm fyrir á köflum? Heyrðu, nú er þetta bara orðin stefna ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar, þannig að mér finnst það nú ágætis árangur hjá Það er árangur. að ná þessum málum upp á hérna í megin áherslu ríkisstjórnar, en gallin er að eins og oft er það að vinánum skaltu þekkja þá og sko Bjarni og Sjálfstæðisflokkurinn, þingflokkurinn, eru bara í svo vondum félagskap að það er ekki víst að þau í nokkurn möguleika á að ná þessum áhersluatriðum Miðflokksins í gegn. Nei, nei, ekki í þessu samstarfi og Framsóknarflokkurinn segja menn, sjálfstæðismenn meðal annarra, að sé sko álíka lítið áhuga samur að taka á útlendingamálunum eins og VFG en það kom mjög augljóslega svona skein í gegn þarna á þessu fundi að ástæðan fyrir að þessi 3 mál voru valin til að hamra á var þetta svo að þetta eru málin sem við höfum verið að vekja athygli á og tekist að vekja athygli á Já, já. og flokkurinn þá matað sem svo að hann þyrfti að reyna að ná þessum málum til sín. En þá hefði maður haldið, fyrst er ætlað að spila þessu út svona sem sínum stóru málum, að þeir myndu reyna að gera einhverja ráðstafanir í stjórnarmynduna viðræðan, hvað framgang þessara mála varðar. En það var ekki. Það var ekki komið neitt samkomulag nokkur þessara atriða, ekkert nýtt í útlendingamálum. Ég spurði nú Bjarna um þetta í þinginu núna í vikunni og eiginlega bakslag mætti segja, því að hann útskýrði að jafnvel þetta litla útlendingamál með 2 að það tæki kannski einhverjum breytingum enda höfðu Vinstri grænir þegar lýst því yfir fyrir stjórnarmyndunina að þeir gerðu fyrirvara við málið og getur ekki samþykkt það óbreytt og þeir hafa áður gert fyrirvara við útlendingamálin og dómsmálaráðherrarnir þá fresta þeim aftur og þynda út í hvert skipti og núna þegar að litla útlendingamál nummer 1 var afgreitt, þá var eitt atriði eftir. Það var það að þegar að fólk væri búið að fara í gegnum öll stigin og fá endanlega synjun, að þá yrði ekki haldið uppi lengur enn í mánuð eða... Það voru ekki 30 dagar. Já. Já, það stóð þú eftir. Hvað gerði þá núverandi formaður VFG? Hann núllaði þetta út með því að gefa út tilskipun reglugerðum að sveitarfélögin ættu þá að taka við fólkinu og hver átt að borga? Ríkið. Þannig að þetta hefur ekki, það er ekki mikið áunnist, en þó var fyrrnefndur Jón að tala og ég sá Bjarna nefna þetta í þinginu í dag líklega, að tala að það hefði dregið mjög úr straumi hælisleitenda miðað við það sem að var í fyrra og matað sem svo að það væri vegna þess að breytingarnar, hverjar sem þær kunna vera, það veit enginn. Því að það litla sem var eftir var þarna núllað út, eins og ég nefndi, að breytingarnar væri farin að skila þessum árangri. En hvers vegna fækkaði? Þetta liggur bara fyrir í gögnum lögreglunnar og Útlendingastofnunar. Það er vegna þess að Útlendingastofnun leiðrétti mistökin sem gerðu voru varðandi Venesúela. Já, og ótrúlega skrýtnu ákvörðun. Já, en þá eru komin 700 í dag, held ég. Komin 700 það sem af er ári. Og við erum ennþá í apríl. Og við erum enn í apríl og ég sá að spáin gerir núna ráð fyrir... En sjáu hvað, menn geta bara dofnað gagnvart stöðinni. Já. Að nú er bara Sjálfstæðisflokkurinn allt í einu þeir stöðu bara, heyrðu, frábært. Bara 700. 700, það er bara ekki neitt. Og það meini 3 mánuðum. Þetta er nefnilega alltaf hættan. Menn missa samhengið. Þegar allt er algjörlega böndunum, þá er hættan svo að fara að líta bara að þokka lút að hlutinni séu bara farnir úr böndunum, en ekki eins mikið úr böndunum og áður. En þetta er nú reyndar samt ríkisstjórn og núna forsætisráðherra sem að er nýbúin að hlutast til það að Ísland 1 Evrópulanda er að senda eftir fólki. Já. Það er þetta fórust í sjálfu sér.
Já, já, það má segja það. Það má segja það. þó hún sé kannski ekki skynsamleg. En aðalatrið er það, og við höldum áfram að reyna að útskýrta fyrir þeim, það næst ekki alvöru árangur í þessu, við náum ekki tök á vandanum nema komin í útlendingalög. Það þýðir ekkert tala um í samstarfi við VG og Framsóknarflokkinn að ætla að breyta í 5 tilraunum einu og einu ákvæði. Nei, nei. Það þarf ný útlendingalög og við þurfum að koma í veg fyrir þá sérstöðu sem við höfum hérna sem áfangastaður. Það er reyndar yfirlýst markmiði á stjórninni að færa okkur nær hinum Norðurlöndunum, en það var ekki komin eitt plan um það hvernig það ætti að gerast. En Bjarni nefndi það að menn myndu fylgjast með þróuninni þar. Og það byrjuði þetta að fagna því ef ríkisstjórnin ætlar að fara að fylgjast með það. Já, já, menn gera það nú ekki alltaf. Nei. Eins og bara í samhengi við ETS loftslagsskattana á flugið, svo dæmis í tekið og siglingarnar. Já, já. En varðandi, tók ekki vinnur okkar Jón Gunnarsson einhverja deleringu á Sprengisandi varðandi að því þú nefnir að þú þurfa að setja ný heildarlög um útlendingamálin. Já. Tók hann ekki þessa furðu deleringu sem reyndar heilt fyrst og fremst sjallan að vera að tala um. Já. Svona í einhverju svona, er eitthvað litlir í sér. Já. Og þá er það allt í norðið þér að kenna að innanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins hafi fengið Óttar Proppé til þess að skrifa ný útlendingalög. Þetta er nú bara orðið þema hjá þeim. Í hver skipti sem þeir eru gagnrýndir. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður setti á Twitter og ég held að það hafi nú bara verið svona einhverju stemmingu sko, en Jón, þetta var dálítið skrítið innslag hjá honum. Já, en þetta er bara orðið þannig að í hver skipti sem kemur á daginn þeir hafi gert einhver mistök, þá vil ég kenna mér um að því ég hef ekki verið á staðnum til þess að hafa vit fyrir þeim, sem er svolítið sérstök nálgun, en maður verið þó bara að reyna að hafa vit fyrir þeim áfram. Við höfum nú reynt að leiðbeina þeim allt þetta kjörtímabil og það síðasta. Við erum bara eins og 2 manna hvolpasveit að reyna að hjálpa þeim dagana langa. Já, já, en jú, hann nefndi þetta að sko að lögin hefði verið samin í ríkisstjórnum tíð minni, og þetta er mál sem ég hef oft tjáð mig um og sagt frá, andstöðu minni við þetta mál sem var til þannig og var ekki samþykkt í tíð minna ríkisstjórna, svo að við byrjum nú að hafa staðreyndin á hennu, en að fara að vinna þessu þarna í tíð þeirra ríkisstjórnar þegar að þáverandi innanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins fékk þá furðulegu hugmynd að fela stjórnarandstöðin á þeim tíma meirihluta í nefnd undirbúning þessara laga, fela nefndin að semja þau. Hanna Birna, eða ekki? Hanna Birna, já, undir forystu Óttars Proppé. Og þegar ég heyrði fyrst að þessu, þá var ég nú hvumsa, svo ekki sé fastar orðið kveðið, og ég skammaðist yfir þessu ítrekka, bæði á ríkisstjórnarfundum og við ráðherrann beint, en fékk alltaf þessu vera að ég ætla að bíða og sjá að þetta yrði allt í lagi. Ég fullyrti jafnharðan að það yrði það alls ekki með þessum hópi og hvernig hann talaði, og ef þetta yrði eins og mér þetta augljóst, þá bara myndi þetta frumvarp falla dautt niður. Við myndum aldrei samþykkja það, ekki nóg með það, þetta myndi ég aldrei taka á dagskrá ríkisstjórnarinnar. Og svo leiðum að skrappi frá, þá lagði Sjálfstæðisflokkurinn áherslu á að keyra þetta í gegn. Og ég, þegar ég sá frumvarpið birtast, það tók bara nokkra daga að koma því gegnum ríkisstjórn, þingflokka allra stjórnarflokka og til fyrstu umræðu. Eru 10 dagar eitthvað svo leitt, 10-15 dagar. Það gæti verið, og þegar maður las frumvarpið, þá fannst mér blasa við það, því ég hafði nú fylgst ágætlega með þessum málaflokki, haft áhyggjur af honum þá þegar, en mér fannst blasa við að þarna væri verið að búa til sérstöðu fyrir Ísland og opna hér gáttir. Því að við höfðum haft allt annars konar sérstöðu sem var svo að við erum eyja í Norður-Atlantshafi og enginn kom beint til Íslands. Þess vegna fengum við ekki bara fæsta, við fengum líka hlutfallslega fæsta. Því að fólk átt að sækja hæli í fyrsta öruggalandinu heim til. Nú er þetta bara eins og kerfið er hugsað. Það er eins og kerfið er hugsað, já, og ekki að ástæðulausu. En núna geta menn sótt hæli, jafnvel fengið hæli í öðrum löndum og svo bara farið að svipast hvar er þjónustan mest, hvar er aðstæða bestar, og þá verður Ísland oft fyrir valnum vegna þeirra ákvarðanir sem að
ríkisstjórnin hefur tekið og einnig vegna aðgerðaleysis og þetta er bara farið að hafa veruleg áhrif á samfélagið. En ef við lítum á fjármálaáætlunina, þá gerir ríkisstjórnin ráð fyrir mjög verulegum sparnaði í þessum málaflokki, en það virðist nú einkum byggjast á óskhyggju að menn vonist til þess að hér verði eitthvað gert sem að dragi úr ásókninni og þar af leiðandi kostnaðinum. Þannig að þetta eftir að helsta sparnaðaráð byggir á von já, væntanlega þá að næsta ríkisstjórn muni gera eitthvað til að laga þetta. Á ekki næst og þar næsta ríkisstjórn að gera eiginlega allt. Já, allt saman sko. Mér sýnist það nú svona bara að því við fyrir nú inn á fjármálaáætlunina eftir að það er nú skilaboðin að svona þeir sem á eftir koma eiga að redda þessu. Það er í rauninni í öllu núna og ráðherrarnir hafa margir verið mjög duglegir við það, misduglegir reyndar, að gefa út loforð, halda blaðamannafundi, glærukynningar og allt þetta til að kynna ný fyrirheit, en þau eiga það í öll sameiginlegt að það er þar næsta ríkisstjórn sem á að framkvæma þetta eða jafnvel enn síðar og sjá að fjármagna það. En á meðan er reyndar verið að skuldbinda þessar sömu ríkisstjórnir eða leitast við að gera það á ýmsan hátt með allt frá kjarasamningunum og aðillistamannalaunum og öllu mögulega sem menn er að gefa væntingar. Niðurgreiðslu kostnaðar erlendra kvikmyndavera. Já, og þú getur lengi talið þannig að það er samt verið að gefa út loforð og borga með tékka sem að menn gerir ráð fyrir að verði þá ekki innleystur fyrir en þau eru í sloppin einhvert annað. Í dag er þetta gúmmítékki. Já, eins og sækir standa. Heyrðu, á þessum nótum færum okkur bara alveg yfir í fjármálaáætlunina. Já. Við höfum náttúrulega eftir að umræðan, við sitjum hér í hljóðverinu á miðvikudagskvöldi og umræðan fjármálaáætlun verður fimmtudag, föstudag og mánudag. 3 daga umræða, það sem fagráðherrarnir mæta hver og einn og fara yfir sinn málaflokk og þetta byrjar nýr fjármálaráðherra og fara yfir stóru myndina. Já. En það er margt svona, við erum kannski svona rétt að byrja að kafa ofan í þetta, en það er margt áhugavert sem strax flýtur upp. Þetta er eitt af stóru málunum 3. Það er efnahagslífið, ríkisfjármálin. Og hér strax ákveð að bæta við heilu ári af halla frá því sem áður var áætlað. Hallarekstri ríkissjóðs. Og nýji fjármálaráðherrann útskýrði strax aðspurður að hann hefði nú engin áform að var að spara neitt sérstaklega. Nei, það er engin niðurskurður. Það er allt í steik í ríkisfjármálunum og við eittum alveg eins og sturlaðir menn árum saman, en það verður engin niðurskurður. En það þarf að hliðra kannski einu svona verkefni. Heyrðu, svo er uppáhaldshúsið þitt, viðbyggingin við stjórnarráðshúsið. Það er nú búið að hliðra því svo oft að það fer væntanlega að rekast bara á stellu þarna í bankastrætinu. En reikna sem sparnaður í hvert skipti. Já, safnaði sparnaður upp á alveg ótrúlegar upphæðir. En þetta er einhvern veginn meira því sama og aftur Ásgeir Jónsson hlýtur að reyta hár sitt. Bara hvað skilur ríkissjóðin engin skilaboð. Þetta bara eykur líkurnar á því að hér verði verðbólgan lífsegari heldur en annars þyrst að vera og er nú nóg orðið samt. Já. Og að stýrivextir Seðlabankans haldast háir lengur en þarf að vera sem með tilheyrandi áhrifum fyrir heimili, landsins og fyrirtæki. Það eru þeir sem að bera kostnaðinn. Og þessi risa hópar sem að lendi í því að föstu vextirnir á óverðtryggðu lánunum er að losna til endurskoðunar, þeir kunna ríkisstjórninni væntanlega litlar þakkir fyrir þetta útspil. Já, það hlýtur að vera menn séu að voru fyrir vonbrigði með þetta. En svo hefur líka verið að leita að skattalækkunar loforðunum. Það má ekki gleyma því að nýr forsætisráðherra, þá fjármálaráðherra, lofaði því að hann myndi lofa skattalækkunum í aðdraganda næstu kosninga. Er engin slíkmerki hérna? Ég var ekki búin að kveikja þessu. Ég er búin að vera að leita. Ég hef séð fullt af hækkunum, sérstaklega hækkunar á umferð. Nei. Bíla á umferð. Ekki segja mér að því nú verður maður að gefa sér að
þetta hefur verið meira og minna tilbúið þetta plagg þegar Já, Sjálfstæðisflokkurinn yfirgaf fjármálaráðuneytið, ég meina þetta eru já. 198 blaðsíður Og þetta er sko áætlun til 2029. sem er sem sagt Uh, fram yfir mitt næsta já, kjörtímabil. en ég Já, hef ekki fundið þessar skattalækkanir ennþá, en aumingja vegfærendur, bíleigendur, þeir, það er aldrei nóg mikið á þá lag og nú áramótin næstu þá tekur við nýtt, nýtt veggjald, kílómetragjald á alla bíla. Þeir, þau byrjuðu á rafmagns- og tvinnbílunum og þessu, já, já. en nú þurfa allir frá næstu áramótum að fara að fylla át þessar skýrslur. Þetta er svo leiðinlegt hvað ríkið er stöðugt að bæta á fólk skriffin, sko. Hérna segir í frumvarpinu: markmiðið með breyttu tekjuöflunarkerfið er að ná 1,7% hlutfall af vergri landsframleiðslu árið 2027. Meginstefið í breyttu kerfið er að þeir greiði sem njóta í takt við loftslagsmarkmið ríkisstjórnarinnar. Þú veist, Nei, þetta er hinn algilda afsökun hjá þeim fyrir öllum, heldur að þetta hafi meira minn öllum hækkunum. verið skrifað meðan sjálfstæðismenni stýrði en þá ráðuneytinu? Ég veit ekki hversu vel það fylgst með hvað það var að gera. Meginstefið í breyttu kerfið er að þeir greiði sem njóti í takt við loftslagsmarkmið Kannski ríkisstjórnarinnar. hefur loftslagsgulli fengið einhvað Hvað er á þetta? hendi í bakka þarna, en athugðu það með þetta markmið sem hann nefndir, skattlagning á bíleigendur, vegfærendur, komist upp í 1,7% af landsframleiðslu. Og svo leggst vestnalega virðis og gjóðan á það, myndi ég Já. halda, sko. Þannig verður að lýsa því beinlega sem markmiði að skattar haldist sem hæstir á Íslandi. Og svo komið hefur fram í alþjóðlegum samanburði, þá er skattpíningin og svona einna mest á Íslandi af allavega vestrænum þjóðum. En þarna á að passa upp á það að hlutfall skattlagningar lækki ekki heldur hækki í tilviki umferðar og bíla. Maður sér það hérna bara á mynd að þetta er umtalsvert hækkun hvað varðar hlutfallaverkri landsframleiðslu. Já, já, já. Og það er semst markmiðið. Og með nýjum leiðum, með þessum kílómetragjöldum og svo sérstaklega tekið fram að kolefnisgjald verði hækkað. Hérna segir verður næsta skref stigið 1. janúar 2025 með kílómetragjaldi á alla bíla, þar með tali bensín- og dísilbíla. Akkurat. En Síðan fara þeir hérna yfir í það að segja sko að þetta sko mun nú allt saman tryggja hérna uppbyggingu einstakara umferðarmannvirkja og Ölfusárbrú sé fyrsta verkefnið. Það hefur nú ekki gengið átakanlaust að koma því verkefni áfram. Ég held að sé Nei. eitt sem á endan treysti sér í að gera tilboð í verkið eftir, ég veit ekki hvort það er annar eða þriði tulin. Ég var svolítið hissa þegar ég sá þessa setningu sem hann vísar í svona í ljósið þess að þetta er nýbúið að vera í frétt sem að hafi ekkert gengið Nei. hjá þeim með þetta. Nei. Svo er hérna örsetning: áfram er unnið að undirbúningi Sundabrautar. Þar með það mál útrætt. Þeir vitu på sig skömmina sko, að það er búið að raðplata fyrrverandi innviðaráðherra sko, og hann er ekki víst að núverandi innviðaráðherra sé sérstaklega áhuga samur að koma Sundabrautin áfram. Ég svo sem hef ekki engar hún er ekki tjásett það en hérna. Nei, en hún hins vegar útskýrði það að þetta væri í rauninni eitt stærsta umhverfisráðuneytið. Innviðaráðuneytið. Og Guðmundur Ingi, starfandi formaðurinn, og aldeilis búin að útskýra það við hvert tækifæri að sko nú hafi vinstri grænir tögl og haldir í skipulagsmálum sem séu kjarnaatriði þegar kemur að því að málum sem snerta orkuöflun. Þannig að ef að menn halda að þessi ríkisstjórn sé eitthvað að komast áfram, bara því miður, ég vildi svo innilega svo væri, en það er fátt sem bendir til þess. En þegar allar þessar hækkanir taka gildi núna við næstu áramót, þá verða bara 5 ár í að það er að banna sölu á bensín- og dísilbílum. Flestar þjóðir og bílaframleiðendur og greinendur allir eru búin að gera sér grein fyrir því að
þetta mun ekki Ég ganga meina, eftir. Mercedes-Benz var að draga sig bara með áberandi hætti tilbaka sko Já, já, áform sín. já, Sko, og fleiri. þessi áform eru þetta bara álíka vitlaus og að annarkvort að lögfesta það að Guðlaugur Þór skuli geta stokkið 2 metri í hástökki eða það að ég þurfi alltaf að gangi stuttermaból í stærðin S, small. Þú veist, það bara vita allir að það gengur ekki. Akkurat, það er nokkuð auðljóst. Allavega setna dæmið og jú, hitt, kannski jafn auðljóst. Er það að segja að þessi líklega að Gulli stökk við 2 metra í hástökki En að þú ég komist í í small. Já, það er sannlega rétt. En, sko, já, hérna, varðandi umferðina, eigum við að fara beint í borgarlínuna? Ég er ekki vissum að ég hef heilsu til þess. Nei, ég hef það nefnilega eiginlega ekki. Ég var svo æstur í upptöku áðan, það var verið að taka upp þátt af dagmálum já. á Morgunblaðinu, þar sem ég var gestur Andrésar Magnússonar ásamt Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur og þar barst þetta í tal. Þetta er náttúrulega, við getum sem ekki sleppt í að nefna það. Þetta er algjörlega galið. Þetta er fullkomin bilun. Bara hvernig Ég komast menn á þennan stað? er að blaða hérna í þessu leitað. Ég er búin að finna þetta Já, og ég að lesa það. já, Sko, helstu framlög til samgöngu og fjarskiptamála aukast bla 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 bla. Og hérna kemur síðan helstu breytingar koma fram strax á næsta ári. Í tengslum við viðræður sem standa yfir viðauka samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins er gert ráð fyrir að framlag til betri samgangna aukist 4 milljarða króna frá og með árinu 2025 árlega eða samtals 20 milljarða króna á tímabili fjármálaáætlunar. Mér minnir að það hafi verið áætlaðir 2 milljarðar inn í samgönguáætlunina með þessum hætti sem sagt. það voru það 6 á ári. Og þetta er ekki búið. Svo heldur hér áfram. Til viðbótar beinum framlögum til betri samgangna er gert ráð fyrir 20 milljarða króna lánveitingu úr ríkissjóði til verkefnisins á tíma áætlunarinnar. Þannig að þetta er sko farið upp í hérna 2 í grunninn pluss 4 pluss 4 úr 2 upp í 10 milljarða ári, 10.000 milljarða og ofan þetta bætist Keldnalandið. Sem að átti nú miklu meirinn að duga fyrir kostnaði. Þetta er Sko, hvað er verið að semja í þessum í tengslu við viðræður sem standi yfir. Sko, Bjarni Benediktsson kallaði eftir því á sín tíma að þessi samgöngusáttmáli væri sko sprungin í loftu og hann kallaði eftir því að áætlanirnar yrðu endurskoðaðar. Manstu hvað við vorum glaðir? Er hann að átta sig? Já, hann er að átta sig, heldur við. Nei, það virðist ekki vera. Rifjum þetta aðeins upp. Bara áður og þá kom Sigurður Ingi fram og sagði það þarf að uppfæra hann. Það er bara sitt hvort hluturinn. Heyrðu, og nú er bara komið á daginn að Framsókn fékk að ráða. Og í staðin fyrir 2 milljarða ári er ríkissjóður að fara að setja 10 pluss Keldnalandið. Sem er viðbót með við það sem að allt þetta batteri var komið með þá þegar, meðan að verðmætustu eign ríkisins. En þegar að Bjarni sagði þetta, og gott ef hann skrifaði ekki grein í Morgunblaðið líka, ágæta grein, og sagði, þetta er farið á böndunum, það verður að endurskoða samgöngusáttmálann. Við vorum glaðir af því að við höfum varið þarna 2-3 árum í að reyna að útskýra fyrir þeim að þeir eru að semja algjörlega af sér með þessum samgöngusáttmála. Og farið í meiri áttar slag til að ríkisstjórnin ætti einhvern séns í að verjast útgjaldabrjálæðinu. Við þurftum að beinlýsa að pína þá til þess að þykja hjálpina og setja inn varúður ákvæði og svona. En svo er ekki lengur hægt að horfa fram hjá þessu. Og formaður Sjálfstæðisflokksins segir það verður að endurskoða þennan sáttmála. Þeir voru búin að sjá þau hafa borgin, hún hefur engan áhuga á ráðast í allar hinnar samgöngubæturnar sem að borgarlínan átti að vera með stöðu lausnargjaldið fyrir. Já, akkurat. Til að sleppa því, þau ætla bara að einbeita sér að borgarlínu og ná peningum með hana. Og hún þá þegar, og framkvæmdir ekki hafnar, áætlunum komin margfalt á við það sem allavega langt fram úr því sem að til stóð. Formaður Sjálfstæðisflokksins lýsi því hérna, gott ef ekki var í svörum í fyrirspurnum tíma þegar ég var að spyrja út í þetta og skrifa líka grein það að það verði endurskoðað þennan sáttmála. Viðbrögðin annars vegar frá samgönguráðherrunum
voru eins og þú nefndir, þetta þýddi að það þyrfti að uppfæra samningin. Og þetta batteri, hvað heitir þetta? Betri samgöngur, því Rangnefni. orwellska nafni, Já, já. betri samgöngur í rauninni dissuðu ráðherrann og formann Sjálfstæðisflokksins og töldu þetta nú bara alltaf misskilningi byggt og jú, það væri allt í lagi að skoða samkomulagið en eins og samgöngur á þannig að þá ætti það bara að vera uppfærsla á samkomulaginu. Og nú sjáum við hvað það þýðir í raun þegar að formaður Sjálfstæðisflokksins var búinn að segja að það þarf að endurskoða þetta í þeirri merkingu að það þarf að draga úr, það þarf að skrúfa fyrir kranan, það þarf að skoða sko, hvernig þetta getur farið svona langt fram úr, við getum ekki verið að eyða í endalaust. Nú höfum við komið í ljós hvað það raunverulega þýddi. Það þýddi ekki að menn hægðu á sér og farið að huga ódýrari leiðum eða sparnaði. Nei, það þýddi aukin framlög. Fyrst þessar 2 milljarða sem mennum voru greinilega að ræða og svo erum við að lesa það hér að miðað við það sem kynntir hérna í þessari fjármálaáætlun þá verði bætt við hvert voru við komin í? 10 milljörðum ári? Já, já. Þess að bætt við 8 milljörðum ári, annars 8 er milljörðum þetta einu ári. framlagi. Til viðbótar við þessa 2, Já, ekki? jú. Þannig að heildar viðbótin eftir að Bjarni steig niður fæti og sagði það gengur ekki þessi eyðsla og þetta stjórnleysi. Það er niðurstaðan svo að bæta við 10 milljörðum ári. Þetta er auðvitað kostulegt að sko 4 af þessum 8 milljörðum sem við erum að bæta við séu innan gæsalappa lán. Þetta félag mun aldrei endurgreiða þennan pening sko. En ég fletti þetta upp, mér rámaði í ræðu Jóns Gunnarssonar sem hefur nú svona verið talsmaður Sjálfstæðisflokksins í samgöngumálum, svona, held ég að sé óhætt að segja, ráðherrann þess málaflokks fyrirhugaðandi. Og hann sagði hérna í umræðu stofnun hlutafélags á sínum tíma, hefst nú lesturinn, erum við ekki sammála að meginverkefni ríkisins í þessu eru auka akreinar fyrir almenningssamgöngur innan höfuðborgarsvæðisins? Spurningamerki. Jón Gunnarsson lét plata sig svona, við hverjar þá búast hjá öllum hinum? Já, segðu. Svo heldur Jón áfram, þetta var í semst andsvari við mig, einhverju ræðu sem ég held þetta. Svo segir Jón, erum við ekki sammála að þetta markar endalokin á áralöngu stoppi í framkvæmdum á þessum miklu og mikilvægu samgönguleiðum í höfuðborginni? Hvernig hefur þetta gengið? Það hefur verið þvælst með öllum ráðum fyrir stofnbrautaframkvæmdum og þær gerðar verri það sem nokkur kostur heldur en uppleggi var. Mislægum gatnamótum, breytt og ljósastýr gatnamótum, þetta allt saman. Jón heldur áfram. Já. Erum við ekki sammála því að Sundabraut sem hefur verið sett í hliðar á undanförnum árum komin á dagskrá með samkomulaginu? Bara... Var hann að segja alltaf þetta í svari til þín eða? Já, þetta var ansvar um mig. Já. Og það hefur nú gengið eins og þau gengið og það er búið að byggja hús í veglinni og fjölbýlshús upp að veglinni og ég veit ekki hvað og hvað. Allt gert til að eyðileggja fyrir verkefninu. Svo heldur Jón áfram. Erum við ekki sammála að það eru endurskoðunar ákvæði sem meðal annars fjalla að samkomulagi falli úr gildi gangi ekki eftir það sem sveitarfélögin eiga að uppfylla í skipulagsmálum? Hvernig hefur það nú gengið? Dagur B. Eggertsson hefur bara sent ríkisvaldinu fingurinn og sagt bara, hér átt að vera einföld mislæg gatnamót sem kostu 1,5–2 milljarð, ég ætla að fá stokk á Sæbraut fyrir 30. Og það bara verið niðurstaðan. Og svona mætti tala fleiri atriði í þessu byggsöllu. Og Jón Gunnarsson heldur áfram. Erum við ekki sammála að það sé algjörlega skilyrt að ríki kom ekki nálægt rekstrarkostnaðinum sem háttvirtum þingmanni var tíðrætt Núna eru bara beinlínis viðræður í gangi það með hvað hætti ríkissjóður komað rekstrarkostnaðinum. Og á þessa 2+4+4, 10 milljarðar. Ég vona að hlustendur skilji hversu nokkur svona heitt í hamsi því við erum búinir að vera að fást við þetta í mörg ár að reyna að útskýra þetta fyrir þessum mönnum og þurftum að pína inn ákvæði eins og varðandi rekstrarkostnaðinn þannig að það væri að minnsta kosti ekki frá gengið að hann myndi lenda á ríkinu sem ella hefði líklega orðið og stefnir í núna aftur, en þetta segir okkur að í fyrsta lagi höfðu þeir aldrei kynnt sér áformin, þeir vissir ekkert hvað borgarlínan væri. Í öðru lagi þá leyfðu þeir borginni
samgöngur á þar þetta tók fullan þátt í því. Leyfðu borgari yfirvöldum í raun að kúga sig til að setja peninga í þetta. Bara Villi Árna kalla þetta lausnagjald. Já, hann kallaði það og taldi það réttlætanlegt til þess að ríkið fengi að borga fyrir aðrar framkvæmdir sem að höfðu verið í bið í mörg ár. Svo bara þegar kemur í ljós að menn hafi engan áhuga á öllum mínum framkvæmdum og 2 formenn skipulagsráðs í Reykjavík búin að segja eins og með Sundabrautina, nei, við teljum það ekki endilega æskilegt að fara í Sundabraut. Þá samt halda menn bara borga og borga meira og meira og vaða lengra og lengra í óvissunni menn lendir í einhverju svona Ponzi-skími þar sem menn halda áfram að setja sko nýja pening til að verja sko peningin sem að menn eru búin að tapa hvort sem er. Já, einmitt. Þetta heyrðu, en svo hérna annað komment, mann svona rámar í þessar alvestu ræður og komment frá þessar umræðu þarna á sín tíma. Bryndís Haraldsdóttir, sem var nú kannski talsmaður Sjálfstæðisflokksins í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Borgarlínu Bryndís, já, hún sagði hérna, og stefna Sjálfstæðisflokksins, við styðjum þessa hugmynd, semst borgarlínuna, við styðjum þessa hugmynd vegna þess að þetta er einfaldasta, hagkvæmasta og besta hugmyndin. Þetta er næra alltaf neitt dýpra en þetta. Nei. Þetta er alltaf umbúðirnar. Þetta er sko núna, þegar sko við finnum okkur í þeirri stöðu að ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar með Sigurð Inga Jóhannsson í fjármálaráðuneytinu, Svandísi Svavarsdóttur í innviðaráðuneytinu og Einar Þorsteinsson með 4% í borgarapparatinu. Og þau eru öll á þeim stað, eru nú bara þarf að og Guðmundur Ingi sagði bara beinlínis á öðrum degi þessar ríkisstjórnar, nú erum við bara komið með samgöngumálin, við erum að fara að keyra borgarlínuna í gegn full force, alveg á fullu. Það verður bara, og Sigurður Ingi mun bara setja og segja bara hvað þurfum við mikið. Það var megin tilkynning hans eftir stjórnarmyndunum. Þannig að það er bara þannig að í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar virðast menn vera búin að ákveða ganga af göflunum í ríkisútgjöldum til þessa furðu verkefnis sem borgarlínan er með öllu því tjóni sem henni með fylgja. Og fyrir hlustendur sem að koma nýjir að þessu máli, í sinni allra einföldustu mynd, snýst borgarlínan það að taka eina akrein af umferð. Já, svona á ákveðnum svæðum, sko. Já, á svona helstu stofnvegum, það er að segja á leiðum borgarlínunar. Og þetta er gert til þess að borgarlínan komist án truflana og meiri sér þannig að ljósin eiga að taka með að borgarlínu þannig að þegar hún nálgast þá hún að fá grænt og rautt og allara allavega þrengja þannig umferð. En þetta er talið ekki bara nauðsynlegt, heldur einn af kostum borgarlínunar. Eins og útskýrt var í skýrslu danska ráðgjafafyrirtækisins sem fór yfir þessi áform. Ef það ætti að takast að fá nógu marga upp í borgarlínu, þá þyrfti að þrengja að annar umferð. Með öðrum orðum, hafi ekki orðað þannig, neyða fólk til að taka borgarlínuna. En þrátt fyrir að fólk verði tilneytt með þessum aðferðum, þá er ekki gert ráð fyrir að notkun á almenningssamgöngum í heild á höfuðborgarsvæðinu fari upp í nema 12%. Sem mun aldrei takast. Nei. Og við höfum reynsluna af því, nú er þetta í kringum 4 og hefur lengi verið. 2011 bökkum aðeins í tíð vinstri stjórnarinnar fyrri, ekki að tala um þessa vinstri stjórn sem nú er, heldur upprunalegu vinstri stjórnarinnar. Þá var ákveðið að styrkja strætó, ríkið myndi styrkja strætó milljarð á árið þessu. Gegn því að ekki yrði farið í aðrar samgöngubætur, með öðrum orðum, þrengja umferðinni, en styrkja strætó. Og hvert var markmiðið með þessu? Að koma almenningssamgöngum, hlutfallið þeirra, úr 4% upp í 12%. Og eftir 10 ár af þessum styrkjum ríkisins var hlutfall almenningssamgangna 4%. Þessi ríkisstjórn ákvað svo að framlengja þetta. Þegar ríkið byrjaði að styrkja eitthvað þá kemst það aldrei út úr því. Ég fann aldrei hvar svo umræða átti sér stað í hringinu. Nei. Það bara hent milljarð á ári
áfram í hítina. Og svo er það þessi borgarlína sem að snýst semst að þrengja umferðinni, hafa nýja strætóa en reka tvöfalt strætisvagnarkerfi því að ennþá verða almenni strætisvagnar eða minni strætisvagnar í að þræða hverfin og skila fólkinu á borgarlínu stöðvarnar. Og svo auðvitað þáttur í þessu að hækka gjöld á fjölskyldubílinn, fjölskyldurnar í landinu. Þessi og höfuðborgarsvæðinu þessi 80 og þessi 96% sem kjósa aðra ferðamáta, sko. Já. Já, já. Og það er auðvitað bara þannig að bara fjölskyldubíllinn er langvinsælasti samgöngumátinn. Já, jú, ekkert að ástæðulausu. Þetta er aðeins öðruvísi hérna heldur en í Amsterdam eða gamla bænum í Kaupmannahöfn. Menn þekkja það þegar þeir ferðast til slíkra borga. Þá þarfst ekki endilega að vera með bílugubíl. Nei, og ég fer oft í Berlínar hérna, og þú veist, þar nota ég almenni samgöngur bara og það er bara virka ágætlega, sko, en bara Reykjavík verður ekki gerð að slíkri borð bara því Dag B. Eggertsson eða Hjálmar Sveinsson langar til þess. Nei, en það er þetta raunveruleika rof sem að virðist vera erfitt að komast út úr og það er dýrt. Það er aldrei dýrt, maður. Það er dýrt, en þetta, sko, ég er raunverulega, sko, þó ég hafi áhyggjur að því fyrir hag lands og þjóðar, þá er ég farin að hlakka til að lesa þetta, sko, staf fyrir staf, þessa bók upp á 200 blaðsíður tæpar sem fjármálaáætlunin er, því að miða við það sem að maður rekur augun í bara hérna við fyrsta tékk, þá er nú svona ansi margt sem er nú hætt við að muni stuðamann, sko, og síðan, sko, við sjáum þetta með auknar álögur á akstur og ökutæki. Við sjáum hérna mál varða, sko, loftslagsmálin. Já. Þar á aldeilis að, býtum við hvar, þetta er svo þykk þessi bóka, maður finnur þetta ekki í fljótu bragði. Loftslagsmálin eru á 76. 76. Sko, hérna er, sko, lengsta rammagreinin sýnist mér þetta. Og sko, við erum að horfa hér á næstu árum á að 3 milljarða af ríkisútgjöldum í tengslum við loftslagsmálin. 3 milljarða? Já, árlegum útgjöldum. Nei, byttu nú við. Árlegu útgjöldin? Þetta er myndin á blaðsíðu 76, umfang framlega tengdum loftslagsmálum. Já. Og ef við horfum bara á árið 2025, á næsta ár, 25,5 milljarðar á því ári, á því ári, sko. Já. Þetta er, sko, þannig að uppsafnað 125 milljarðar cirka bóð, 125 milljarðar á áætlunartímabilinu. Já, ég veit. Og þetta er, sko, þetta er, já. En orkuliðin leið, hún gleymist og ég átti nú smá samtal við loftslagsskóla hérna hvað var það, í gærkvöldi? Ég held að það var í gærkvöldi. Já, það er gærkvöldi. Og hann er allur komin í vindmyllurnar núna og ríkisstjórnin sem er svona einhverju hluta vegna draumalaust VG á orkuvandanum, en það er vegna þess að vindmyllur eru svona ímyndarlaust. Þess vegna hafa olíufélög víða farið að auglýsa, ég sér þetta til dæmis á flugvöllum upp alla veggi, BP og allir þessir flennistóra auglýsingar með myndum af vindmyllum. Það er því að þeir nota þetta til þess að búa sér til góða ímynd. Þó að vindmyllur sé nú ekkit endilega víst að þær spari mikið í losun gróðurhúsalofttegunda. Ég ætla ekki að fara í gegnum alla þá útreikninga hér, menn geta kíkt á þetta samtal sem er áhugasamur það. En það er gríðarleg losun við framleiðslu á þessum vindmyllum og uppsetningu. Það eru hæglega þrefalt hærri en Hallgrímskirkja og það er gríðarlega mikið stál í þetta og spaðarnir. Eitt spaði getur verið hærri en Hallgrímskirkja auðveldlega, gerður úr gerviefnum sem er óendurvinnanleg. En þetta er ekki að tekið með í reikningina því mann líti ekkert á heildar áhrifin og langtíma áhrifin. Ég ætla að láta næja vindmyllum, en getur við aðeins á einhverjum tímpúti rætt húsnæðismál? Já, förum þangað. Þau tengjast nefnilega líka borgarlínni af því hún er notuð sem réttlæting fyrir því að það megi ekki byggja ný hverfi,
heldur beri að þétta og byggja fyrir hús sem að þeir eru, rífa bensínstöðvar og byggja þar stórhýsi til þess að geta fóðrað borgarlínuna með fólki. Það var nú bara sko hagfræðingur HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, Mm. sem er sko undirstofnun innviðaráðuneytisins, þar sem Sigurður Ingi hefur ráðið ríkjum lengi Já. og Svandís Svavarsdóttir núna, sem mætti í viðtal í fjölmiðlum í gær og sagði bara, heyrðu, húsnæðisverð er að fara að rjúka upp. Bara skorturinn á framleiðslu íbúða er með þeim hætti að það getur ekkit annað gerst. Já, já, Heyrðu, og það er ekki er þetta eintak sem að hefur það að markmið að koma stjórnvöldum í bobba. nei, Þannig eru bara menn sem sjá bara tölurnar já, og hugsa bara, heyrðu, þetta getur ekki endað öðruvísi. Það er bara verið að framleiða skort á íbúðarhúsnæði. já, samtökið innanins hafa varað lengi við þessu líka. Sigurður Hannesson. Sko, Sigurður Hannesson og samtökuðinnar, það eru einhverjir þarna úti sem hugsa, þeir eru bara að vinna fyrir félagsmenn sína. En þarna ertu að tala um undirstofnun Undirstofnun innviðaráðuneytisins segir bara, heyrðu, hér er allt að fara til fjandans. ráðuneytið þar sem að ráðherrann er búin að halda hversu margar glærusýningar með Degi B. Eggertsinni. Ég held að menna bara hægt að telja í 10 en, 35.000 íbúðunar og allt þetta. Já. Og í staðin er bara viðvarandi samdráttur og séð fram á herri verð, erfiðara fyrir ungt fólk að eignast húsnæði. Það er í rauninni bara staðfest í einhverju leyti í fjármálaáætluninni en líka bara í viðbröðum til dæmis ráðherra Vinstri grænna, staðfest að menn er að algjörlega hverfa frá séreignarstefnunni, því að gera fólki kleift að eignast sína eigin íbúð, áherslan verði á félagslegt húsnæði og leiguhúsnæði. Hugsa sér að sko svona mögulega sé síðasti naglinn rekinn í kistu séreignarstefnunar í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Já, hugsa sér það. Hver er þið trúað Hugsa sér það. En þetta eru sko ég held að húsnæðismálin forstjóri Jáverks var í viðtali í fyrradag, ég man ekki hvort það voru Stöð 2 eða RÚV, það sem hann sagði svo réttilega, og þetta er ágætt þegar einhver svona úr geiranum segir þetta, heyrðu, þessi staða sem nú konu upp, það spáðu þessu allir sem koma að þessum málum. Allir. Það er engin undantekning nema Dagur B. Eggertsson og mögulega Sigurður Ingi Jóhannsson. Já. En allir aðrir, við öllum öðrum blosti að þetta er í staðan. Já. Þannig að þetta er sko, menn verðar líka sko að taka ábyrgð á þessu klúri sínu. Og hvert var eitt síðasta verk innviðaráðherrans, fráfarandi, núverandi fjármálaráðherra, var það ekki að gefa út reglugerð til að hækka enn byggingarkostnað? Reglugerðum, hvað er þetta eftir kallað? Einhver greining á byggingarefnum. Já, lífsferilsgreining. Lífsferilsgreining sem að þeir sem er að byggja þurfa núna að láta vinna þau byggingarefni sem þeir eru að nota og menn hafði þetta séð þetta sjálfur og verkfræðingur og arkitektar sem er að hanna byggingar að meta það hversu lengi efnin endast og svona, en nú á væntanlega með vísan til umhverfismála að fá utanaðkomandi aðila og örugglega ekki gegn lágu gjaldi til að fara gegnum líftímagreiningu á byggingarefnum. Ég er bara, við getum ekki farið út í þetta, við eigum þetta inni. Það er nefnilega svona fyrir að styttast í atkvæðagreiðslu, þannig að við þurfum að að súmera þetta upp. Já. En það er eitt sem ég langar að koma inn á hérna. Ég hitti menn í heitapottinum í morgun, þar sem að var verið að fara yfir þetta var nú þá hafði einn í pottinum farið í Laugardalslaugina reglulega og var þar að lendi í alveg ægilegu áreiti vegna svona gesta sem að eru hér svona og hann sagði það bara fullum fetum að þetta væru strákar, drengir sem að væru hér að sækjum alþjóðlega vernd sem virðist harassa, leggja í einelti starfsmenn
Laugardalslaugar og sá hafði talað við starfsmann sem að hafði verið veist að og Mm. starfsmann sagði, heyri, þetta er bara orðið daglegt brauð á okkur sem hótað hérna. Þetta er einhver ótrúleg staða Ég sem hef er heyrt komin. ótal svona sögur af fólki úr hennum ýmsu starfsgreinum. Maður heyrir þetta úr verslunarmiðstöðunum, Já, bæði verslunum frístandandi þar ganga nú bara sko, heilu Kringlunni og svona. Þetta, og ef þau mæta fólki sem er eitthvað fyrir þeim eða jafnvel þó sé ekki fyrir þeim þá er því bara hreint í burtu. þetta er Fólk er sumstaðar orðið hrætt við að fara út í matarbúð af því að það er einhverjir gaurar sem að hanga þar við inngangin og áreita fólk. Þetta þarf að ræða sko. Og við þurfum sem samfélag að geta haldið uppi aga og reglu án ótta við ásakanir fordóma. En já, ég sé að það er rétt hjá þér að fara að styttast í þessari umræðu menn hafa það styttist ákveðið mælindaskráin. uh, Heyrðu, getur þið sendt skeyti. já, ég er búin að því. Ok. Nú hérna, heyra áhörundu hvernig þetta gengur fyrir sig. Já, Og við getum svo sem bara látið annað bíða. sem þetta býta aðeins. Já, þetta var sem sagt smá stopp á upptökunni til þess að átt okkur á með hvaða hætti og hversu langt væri atkvæðagreiðslu, þannig að okkur er getið setuna boðið, en þetta er búið ágætt og það er nú svona nokkur atriði sem að við ætluðum að nefna sem að verða bara að bíða næsta þáttar, Já. svona meðal annars sko þessi staða sem er komin upp hvað varðar skriffinnsku lækna sem verðist vera mál sem er í rauninni að springa út núna og blasi við að það hljóta að vera markmið að lækna sig, að lækna fólk en ekki stunda sko einhverja óþarfa skriffinnsku stóran hluta af þeim tíma sem þeir eru í vinnu hverju sinni. En það er eitt atriði, Bergþór, sem að má ekki bíða, en Bergþór er núna í samskiptum við næsta hús, en ef honum að ljúka því áður en ég ber upp spurninguna. Ég er komin aftur. Eitt sem að má helst ekki bíða og ég ákvað að segja þér ekki frá því fyrir þáttinn, en hefur þú orðið var við fréttir fund þjóðlegra íhaldsflokka sem haldinn var í Brussel? Já, ég sé fréttir af þessu. En þá getur það hafa séð þær í erlendum fjölmiðlum. Já. Vegna þess að ég hef hvergi séð þetta nefnt hér á Íslandi. Þetta voru forsíðu fréttir beggja vegna Atlantshafsins, en þessi flokkar eru sem sagt, þetta var ekki fundur flokkana en fólks sem er mestu tengt þessum flokkum en einnig öðrum flokkum. Þetta eru sem sagt íhaldsflokkar sem er ekki Evrópusambandsflokkar. Já, akkurat. Og þarna var fólk frá einum ýmsum löndum, já, úr breska þinginu, forsætisráðherra Ungverjalands til dæmis, hinn umdeildi Viktor Orbán, þarna var Nigel Farage, Suella Braverman sem nýverið var innanríkisráðherra Bretlands og fleiri og einnig fræðimenn og rithöfundar og svona til að ræða pólitísku stöðuna og þróun í pólitík í Evrópu. Lögreglan var send á staðinn til að loka á ráðstefnuna. Hún hafði reyndar, þessi ráðstefna verið hrakin af 2 hótelum þannig áður. Hóteleigendurnir hefði fengið símhringingar frá borgarstjórum eða öðrum valdamönnum þar sem þeim var beinlínis hótað að þeir eru bara reknir í þrot ef að þeir héldu þessar ráðstefnu. Svo fundu þeir einhvern stað þar sem að maður frá Túnis rak hótel og skemmtistað og hann hleypti þessu fólki að, það var reynt að hóta honum líka, en hann sagði ég get ekki verið að reka fólki í burtu sem er búið að bóka sal og gistingu. Þá bara ákveður borgarstjórinn í Brussel að senda lögregluna í að loka ráðstefnunni og lögregla bara króar staðinn af. Þeir lögðu reyndar ekki alveg í að ryðjast inn á staðinn eins og það fer enginn inn sem ekki er komin inn og ef einhver fer út þá fer hann ekki aftur inn.
Þetta er svona með því grófara sem maður hefur séð í að koma í veg fyrir fundahöld og það fundahöld ég vil bara hefðbundina stjórnmálamanna og mér finnst að þetta hefði átt að vekja meiri athygli. Reyndar má forsætisráðherra Belgíu eiga það að hann sá ástæðu til að senda frá sér tilkynningu um að þetta gengi gegn belgísku stjórnarskráni og var fyrir neðan allar hellur. Fleiri þjóðleiðtogar, Rishi Sunak og aðrir fordæmdu þetta en á þennan stað erum við komin Já. að menn eigi bara að hætta að lögreglan sé senda á pólitíska fundi til þess að leysa þú upp. Þetta er ótrúlegt Loka það. þeim. Heyrðu, við eigum eftir að fara dýpra inn í þetta seinna, en Já. nú er okkur alls ekki til setunarbúðið Nei, lengur. Við þurfum ég að... var bara að nefna þetta því að þetta var hún í vikunni og ég vildi vita hvort þú hefði tekið eftir þessu. Já, ég En tók þú- eftir þessu, en ég hef ekki séð neina Ekki í fréttir, íslenskum fjölmiðlum. ekki neina fréttir í Nei. innlendu fjölmiðlum þetta. Heyrðu, en hérna, góðir áhorfendur, við ætlum að taka sprettinn í atkvæðagreiðslu. Það er hérna lokið umræðu vantraust á ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar og atkvæði verða greitt hvaða hverju. Henni loki tóku sér allir af. Já, Sko. og það var það sem orsakaði hérna, ég stökk í síman. Já. En hérna, við þakkum ykkur fyrir að hlusta í dag. Við mætum aftur galvaskýra viku liðinni og hérna förum yfir mál vikunar og það eru stóri daga framöndan, fjármála og öllum ríkisstjórnarna verður rædd næstu 3 daga, 50., 1. og mánudag og þá mun nú ýmislegt koma í ljós hver svona raunveruleg meining og ætlan þessarar nýju ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar er þegar kemur að ríkisfjármálunum. Við þakkum fyrir okkur í dag og kveðjum til næstu viku. Takk fyrir. Bless.